Arnar Sigurður, segðu mér, þú ert einn af þjálfurum hérna á þessu námskeiði í hjólastóla körfubolta. Hvernig hefur gengið? Herru, gengið bara vonum framar. Krakkarnir hafa verið ekkert smá dugleg og bara náðu að prófa alls konar íþróttir. Það har verið mjög gaman og gengið vel. Hákon, segðu mér, hvernig hefur gengið að þér og hvað svona markmiðið með þessu námskeiði? Það er búið að ganga bara mjög vel. Markmiðið að bara fjölga hreyfihömluðum krökkum í íþróttum og líka krakkarnir sjáu hvaða möguleikar eru í boði fyrir sig. Já. Þá geta þeir líka prófað og sé hvað er skemmtilegt og þá finna þeir sína grein. Hvaða íþróttir eru helst að vinna með á námskeiðinu? Við erum að vinna með hjólastól körfubolta, hjólastól rúgbí, við erum að vinna með badminton, borðtennis, vorum með frjálsar í dag. Já, það er svona það helsta. Prófum boccia líka í gær. Já, kíkja. Bryndís, segðu mér, hvernig er búið að ganga á þessu námskeiði? Vel. Hvað finnst þér svona skemmtilegast að gera? Boccia. Af hverju boccia? Af því að það er skemmtileg íþrótt. Þú ert líka rosalega góð í boccia, sá ég í gær, eða ekki? Jú. Heldur þú farið ekki bara að æfa boccia, eða ekki? Nei. Jú, þú er svo flott í því, eða ekki? Takk fyrir þetta og gangi rosalega vel í framtíðinni, eða ekki? Takk sem leiðir. Takk fyrir. Ég heiti Lilja. Hvað finnst þér búið að vera skemmtilegast á þessu sumarnámskeiði? Mér er búið að finna skemmtilegast að vera í badminton. Í badminton? Já. Af hverju? Mér finnst það bara skemmtileg íþrótt og gaman svona að slá á milli og... Slá á milli? Já. Ertu mikið að hitta fluguna? Já. Glæsilegt. Heldurðu kannski muni fara að æfa badminton í framtíðinni? Já, ég held það. En þú ert nú að æfa boccia, fannst þér það ekki líka gaman? Jú. Glæsilegt. Takk fyrir þetta og gangi þér rosalega vel. Takk fyrir. Sæl Jóhanna, takk fyrir að taka á móti mér hérna. Segðu mér, hvað er þitt verkefni hérna á þessu námskeiði? Herðu, ég er verkefnastjóri í raun og veru. Þetta er bara hugmyndaverkefni sem kom þegar við vorum hérna í hjólastólakörfunni í vetur og fórum að ræða sumarið. Það væri algjör synd að láta stólana standa óhreyfða. Já. Við höfum aðgang á stólum í gegnum allir með, íþrótt- og hjólastóla fyrir börn og við tókum ákvörðun, bara hópurinn saman, við þjálfararnir að setja upp sumarnámskeið. Og hvernig hefur það gengið? Hvað er góð mæting? Já, þetta er vonum framar og náttúrulega bara snillingar sem eru að mæta. Þau eru þvílíkur viljastyrkur og kraftur til að taka þátt í æfingunum. Það er hærri þáttaka hjá eldri en yngri og nokkuð dreift aldurspil ef við lítum á heildina þá er yngsti 4 ára og elsti 18. Þannig að við erum að ná þvert yfir. Glæsilegt. Já. En hvað er svona eitthvað markmið með þessu námskeiði? Markmið er náttúrulega fjölþætt. Í fyrsta lagi er náttúrulega fyrir þessi börn að vita möguleikana og lífsgæðin sem fylgja því að stunda íþróttir. Íþróttir hreyfihamlaðra eru nokkuð ósýnilegar í dag. Akkurat. Og þó að það sé okkar fremsta markmið að þau stundu íþróttir, þá þykir okkur líka mikilvægt að nýta tækifærið til að dreifa boðskapnum. Akkurat. Og þess vegna tökum við viðtal eins og þetta hér. Já. Ég segi mér, það er bara 4% af fötluðu fólki eða krökkum að æfa stunda íþróttir yfir höfuð á Íslandi. Já. Hvað ætlið þið að gera til að bæta það? Við ætlum að leggja okkur fram. Við hérna hjá IR erum með hjólastóla körfubolta. Það er náttúrulega bara tækifæri fyrir öll hin íþróttafélagin að stíga inn. Það eru fjölmargar greinar sem þau geta boðið og fötluð börn búa allt land. Akkurat. Og við erum allstaðar með þessi íþróttafélag. IR er að bjóða hjólastóla körfubolta. Ég veit að Haukar eru með hérna Special Olympics. Special körfubolta, já. Rúgbí er eitt sem er að koma stand. Tennis, borðtennis, bogfimi. Handboltinn getur alveg komið inn með hérna softball eða annað. Það eru bara ótrúlega möguleikar en við þurfum einhvern veginn að taka þetta sem samfélag, að gera þetta alls saman, sko. Ertu með eitthvað skilaboð fyrir þjálfara og foreldra ef þau treysta sig ekki til að fara með börnin sín í íþróttir og vilja prófa það? Sko, mér þykir frábært starfið til dæmis sem er unnið hjá æfingastöðinni. Æfingastöðin, þar eru miklir fagmenn og ég skil vel að auðvitað er okkar hlutverk sem foreldrar alltaf að vernda börnin okkar. Akkurat. En þau geta ótrúlegustu hluti og við vitum það líka. Hreyfing og regluleg hreyfing skilar þeim auknum lífsgæðum. Það er okkar fyrsta forgangsmál, jafn mikið og að vernda þau. Þannig að ég mæli með æfingastöðinni. Þau eru að byrja með alls konar hreyfiprógram líka í samstarfi við hann Hákon sem er að þjálfa hérna hjá okkur. Og
taka skarið og prófa. Mér finnst alveg magnað það að hafa nánast öll börnin sem eru hérna á námskeiðinu fundið sig í nýrri íþróttagrein af því að við höfum verið að prófa vítt og breytt. Ertu með skilaboð fyrir íþróttafélagin? Ef þau vilja starta einhverjum mómenti, einhver íþrótt og hafa kannski ekki tök á því eða fjármagn eitthvað hannig, hvar þeir eiga að hafa samband? Ég held að það sé bara mikilvægast að byrja samtalið, byrja kannski að tala við allir með, heyra í þeim. Svo er líka bara fólki í kringum, hver er á staðnum, hvað langar ykkur að prófa? Ég var hérna hjá köruboltadeildinni og þess vegna lá hjólastól og körubolti bara beint við. En þetta er ekkert stórt verkefni, það getur hver sem gert þetta. Þetta er 2 æfingar í viku. Þetta er ekki... Eins og með Haugana, það var mamma sem startaði bara á köruboltanum. Já. Nú eru kominir yfir, 30-40 krakkar. Einmitt. Þetta er ekki stór mál og þetta borgar margfalt í, sko, þó að þau greiða æfingagjöld eins og aðrir og mæta á æfingar eins og aðrir, þá er þakklætið og gleðin sem fylgir hverri æfingu margföld á við hefðbundna æfingu. Þannig að ég mæli bara einskjart með því að stíga þessi skref. Jóhanna, takk fyrir að koma í viðtal. Takk fyrir mig.